verkalýðsbaráttuna hvaða áhrif það hefur þegar sósíalistar taka þáttar. Við getum nefnt dæmi hagsmunabaráttu leigjenda. Við tókum þátt í að endurvisa leigjendasamtökin. Já, en á þingið, þetta er þingframboð. Já, ég er bara að benda á að það er breytingarafl í sósíalistum og við munum breyta Alþingi, enda er það eitt af slagorðunum okkar, breytum Alþingi. Hvernig ætlaði að breyta Alþingi? Við munum ná að, það sem vandinn við Alþingi í dag er að ef þið skoðið það hvað það er sem Alþingi afgreiðir, þá er það meira og minna frumvörp sem oft eru samin af samtökum fyrirtækjaeigenda sem að renna þar í gegn. Það er sára lítið sem að hefur runnið í gegnum Alþingi á undanförnum árum og áratugum sem eru raunverulega réttarbætur fyrir almenning. Ekkert í líkingu við það sem að gerðist á síðustu öld, það sem að barátta almennings náði að umbreyta samfélaginu, að byggja hér upp almennt. En Gunnar Smári, hvaða breytingar eru að tala? Já, og það sem að vantar inn á Alþingi er raunveruleg rödd almennings og almanna samtaka. Ég nefndi dæmi að mörg frumvörp sem hafa runnið gegnum þingið hafa verið samin af samtöku fyrirtækja og ég fylgir meðan að það er í meðferð þingsins eins og var í þingfrumvarpum breytingar á afurðastofunum sem að fór frá meðal annars matvæla ráðuneytinu og við þekkjum frumvarpið sem að matvælaráðherrar VG lögðu fram til þess að búa til umgjörð utanum fiskeldið sem að var raunverulega byggt sem að ríkisvaldið beygði sig undir kröfur fiskeldisfyrirtækjanna. Ég get alveg séð fyrir mér að við leggjum fram frumvörp raunverulega í nafni leigjendasamtakanna eða Eflingar eða einhverju almannasamtaka að við myndum vera fulltrúar almennings og skipulögðu samtaka almennings sem er á í glímu við ráðandi öfl í samfélaginu. Og ég held að það vantist líka röddin á þing, ekki þá sem að gangast við því, leiður lappinn á þing, að þeir eigi að stjórna Íslandi í takt við svokallega hagaðila, að þeir sífellt vera að ráðfæra sig við fiskeldisfyrirtækin hvers konar umgjörð eigi að vera í kringu fiskeldisfyrirtækin, eða við getum þykja dæmi að því að við erum með VG við borðið, að til dæmis svo leið sem að var farin til þess að endurskoða sjávarútvegsstefnuna, að þar var kallað til borðs svo kallar hagaðilar sem var meira og minna stórútgerðin og þeir sem að tengdust henni sem að gekk svo fram að til dæmis smábátaeigendum, strandveiði, sjómönnum og öðru slíku það gengur frá borði. Þeim blöskraði það að ætti að vera að endurskoða sjávarútvegsstefnuna sem að mikill meirihluti almennings er ósáttur við, fyrst og fremst í samstarfi við stórútgerðina og þá sem hefur tekist á undanförnum árum og áratugum að sölsa undir sig fiskveiði auðlindir almennings.